Umboðsmaður barna segir rannsókn á bruna á Stuðlum hafa tekið of langan tíma. Faðir 17 ára drengs sem lést í brunanum segir erfitt að bíða eftir niðurstöðu. Búist er við að fleiri ríki viðurkenni sjálfstæði Palestínu og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem hófst í dag. Ísraelsher heldur áfram árásum sínum á Gaza sem hafa kostað fleiri en 65.000 manns lífið undanfarin tæp 2 ár. Minjastofnun hefur kallað eftir skýringum frá Reykjavíkurborg hvers vegna samþykkt var að rífa að hluta og breyta elsta húsinu við Laugaveg. Minjastofnun frétti af málinu í síðustu viku og vill stöðva framkvæmdir. Formaður Flokks fólksins hefur kúvent afstöðu sinni til hinnar umdeildu bókunar 35. Hún segist hafa vaðið í villu og svima en sérfræðingar fengið hana til að sjá ljósið. Íbúum í Múlaþingi býðst að losa sig við brúnutunnuna gegn því að setja upp alvöru jarðgerð heima í garði. Við hittum moltugerðarmann sem nýtir ábyrgðin í að rækta grænmeti handa nágrönnunum. Gott kvöld. Umboðsmaður barna segir brýnt að ljúka rannsókn á mannskæðum bruna á meðferðarheimilinu Stuðlum í október í fyrra. Nauðsynlegt sé að fá á hreint hvað fór úrskeiðis svo hægt sé að tryggja öryggi barna á Stuðlum. Það auðvitað mjög brýnt að það komist niðurstaða í þessa rannsókn sem allra fyrst. Að morgni 19. október í fyrra kviknaði eldur í neyðarvistunardeild Stuðla með þeim afleiðingum að 17 ára piltur lést. 3 eru með réttarstöðu sakbornings í rannsókn lögreglu. Samkvæmt heimildu fréttastofu eru 2 þeirra starfsmenn Stuðla. Þetta er búið að taka allt of langan tíma að okkar mati og við höfum miklar áhyggjur af því bara að það kom ekki niðurstaða, við fáum ekki að vita nákvæmlega hvað fór úrskeiðis þarna fyrir 11 mánuðum síðan og þess vegna köllum við eftir því og við höfum náttúrulega verið í sambandi við lögregluna að reyna að fá upplýsingar um það hvenær niðurstöðu er að vænta. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögregla meðal annars beðið eftir upplýsingum frá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun. Þetta er örugglega mjög erfitt fyrir aðstandendur drengsins að það komi ekki loki í málið og það sé ekki ljóst hvað raunverulega fór úrskeiðis. Og svo skiptir þetta náttúrulega mjög miklu máli fyrir þau börn sem eru í þessari þjónustu núna að við vitum hvort að öryggi þeirra sé örugglega tryggt og það sé ekki hætt á því að þetta svona gerist aftur. Hún segir ljóst að víða sé pottur brotinn hvað varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Það er alveg sérlega brýnt að gera allt sem við getum og það er náttúrulega skilaboð til stjórnvalda að stjórnvöld geri allt sem þau geta til þess að tryggja öryggi og vandaða meðferð barna sem er í alvarlegustu stöðu og mér finnst svo margt við hafa verið að koma í ljós á síðustu mánuðum og árum sem sýna það að við erum ekki að standa okkur vel gagnvart þessum hópi barna. Og faðir drengsins sem lést í eldsvoðanum segir biðina eftir að rannsókn ljúki erfiða. Hann óttast að öryggi barna sé ekki tryggt á Stuðlum. Biðin er náttúrulega bara skelfileg, og bara ástandi, ég var nú í Jarðarför bara á föstudaginn svona Stuðlabarn og biðin er bara, þetta vonleysi. Geir Örn, sonur Jóns var jarðsunginn daginn sem hefði orðið 18 ára afmælisdagurinn hans. Jón hefur lengi kallað eftir svörum hver beri ábyrgð á hvernig fór. Breytir ekki niðurstöðunni, maður er búinn að tapa barninu sínu en áminningin er alltaf. Þessi börn er að dansa við dauðann hvern einasta dag. Af því að það er ekki nein úrræði. Manni finnst náttúrulega þessi málaflokkur og þessi börn verða ansi mikið út undan og við sem samfélag höfum ekki alveg áttað okkur á því hvað þetta er alvarleg staða hjá þessum börnum sem eru í þessari stöðu og hvað þetta tekur mikið á. Allir krakkar þurfa bara ást og umhyggju og öryggi. En krakkar þegar búið að kasta þeim á milli, akkur ættu að upplifa öryggi. Heldur þú að öryggi þeirra barna sem eru hérna núna sé tryggt? Nei, ekki miður. Og þá öðru. Ísraelsher hefur sent fólki sem hefst við í Gazaborg enn eina tilskipunina að flýja. Árásir hersins halda samhliða áfram af miklum þunga. 61 voru drepin í árásum Ísraela á Gaza í dag, samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Hamas. Yfir 65.000 hafa verið drepin þar síðan 7. október 2023. Tugir þúsunda hafa flúið borgina og mikil umferð strandveg sem liggur frá norðurhluta Gaza yfir til suðurhlutans.
Fréttamenn á vegum hollenska fjölmiðilsins NOS fylgdu Abdallah al-Turk og fjölskyldu hans þegar þau flúðu til flóttamannabúða fyrir miðju Gaza. 15 kílómetrar eru á milli þessara tveggja staða en vegna umferðarþunga tók ferðin sólarhring. لما صاروا يرموا المناشير ويرموا علينا صواريخ ينزلوا البنايات في سكانها يضربوا حوالينا كذا برج وكذا عمارة هاي اللي خلانا نطلع من المكان. الخطة لقيت بدنا نطلع احنا وعائلتنا واخوتنا كلنا بشكل كامل نتوجه إلى دير البلح وعندنا تقريبا من 13 طفل ل 15 طفل وعندي مرت اخويا برضه حامل بدنا نطلع فيها هناك عشان تولد. كل خايف من التهديدات يعني ما حد بيسيب بيته من فراغ. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hófst í dag, 80 árum eftir að samtökin voru stofnuð. Hörmungarnar á Gaza og tveggjaríkjalausnin svokallaða verða í fyrirrúmi á þinginu. Tæplega 80% af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna hafa nú þegar viðurkennt Palestínu sem sjálfstætt ríki, eða 151 af 193. Síðast í gær gerðu Bretland, Kanada, Ástralía og Portúgal það. Þýskaland og Ítalía ætla ekki að viðurkenna sjálfstæði Palestínu, en á fundi sem hófst nú rétt fyrir fréttir búist við að Frakkland, Belgía, Luxemburg, Andorra, San Marino og Malta bætist í hóp ríkja sem viðurkenna sjálfstæði Palestínu. For the time being, it doesn't mean anything as long as there is not a genuine ceasefire. But there is a hope for the people in Gaza that if these countries are going for recognition, that we will also redouble the effort to make the ceasefire first a reality. So this is a historic step and a moral step which we're taking alongside our allies to recognise the state of Palestine in order to keep the hope of the two-state solution alive at a time when there is a real risk that it is in peril as a result of the devastation in Gaza, the continued holding of hostages and the expansion of settlements. It's important, the world recognizes us as Palestinian, we have a state, something like this, but on the ground it's like becomes so difficult for us. The problem that the situation here is very bad. It's not about recognizing, it's about what should you do after recognizing. Velkomin Þórdís, þú ert sérfræðingur í alþjóðalögum. Telur þú að nýleg niðurstaða Sameinuðu þjóðanna að Ísraelar sé að fremja þjóðarmorð á Gaza hafi áhrif á það hversu mörg ríki núna bætast í þennan hóp sem viðurkenna sjálfstæði Palestínu? Það gæti verið, en þessi ríki sem eru nú þegar komin, þetta hefur haft lengri aðdraganda, þau tilkynntu þetta strax í sumar og auðvitað líka með tilliti þess að það nú orðið 1,5 ár síðan Alþjóðadómstóllinn í Haag ályktaði að það væri líkindi á að þjóðarmorð væri framið í Gaza eða væri það ekki þegar hafið og annar dómstóll, Sakadómstóllinn hefur þegar gefið út handtökuskipanir og hendur leiðtogum Hamas og Ísrael fyrir meinta alvarlega stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni. Svo það hefur þetta haft aðeins lengra aðdraganda og verið í umræðum í þjóðþingum viðkomandi landa í rauninni í sumar áður en þessi skýrsla kom út. Já, einmitt. En hvers konar ferli það þegar ríki viðurkenna sjálfstæði annars ríki? Er þetta bara orð á blaði eða er þetta eitthvað flokkara ferli en það? Þetta er bara alls konar og þetta líka ólíkt eftir löndum hvernig það er innanlands, hvernig þau gera þetta. En eins og segir áðan, það eru 80 ríkin, 80 ár síðan Sameinuðu þjóðanna voru stofnaðar og þá voru 50 ríki sem stóðu að stofnun Sameinuðu þjóðanna. Í dag eru þau 193, svo það eru mjög mörg ríki orðin til í millitíðinni og með alls konar viðurkenningum. Stundum er þetta mjög óformlegt, bara í tilkynningum á milli viðkomandi ríkja, en stundum eins og við erum að sjá í dag og næstu daga með stórum pólitískum yfirlýsingum á allsherjarþinginu. Já. En svona pólitískar yfirlýsingar, felur þetta einhverjar skuldbindingar í för með sér að hálfu ríkjana sem að lýsa yfir sjálfstæði Palestínu? Þegar þeir eru að viðurkenna aðilega sem ríki, þá eru þeir náttúrulega að vísa í stóra lagabálka á alþjóðasviðinu sem varða bara ríki. Ríki njóta mikilla verndar alþjóðalögum, fullveldi og annað, friðhelgi, svo þeirra orðræða mun öll svolítið breytast í samræmi við það. Nú, viðurkenningar gerast ekki í pólitísku tómarúmi og mörg þeirra eru að lýsa því í sínum yfirlýsingum og þau munu núna grípa til frekari þá aðgerða á pólitísks stuðnings, en við verðum bara að sjá hvað framvindur. Nú hefur Ísrael stjórn hingað til ekki tekið mikið mark á
ákalli alþjóðastofnana og stjórnvalda víða að draga úr hernaði á Gaza. Heldur þú að þetta hafi einhver áhrif á Ísraelsstjórn? Ekki til skemmri tíma því miður og þeir eru mjög ansnúnir þessu og segja að þetta muni gera illt verra en við verðum bara að sjá. En þarna eru gífurlega sterk ríki meðal annars Frakkland og Bretar sem eiga fast sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og önnur þungavíkta ríki eins og Kanada og Ástralía á þessum pólitíska vettvangi. Svo skulum vona til einhverja aðeins lengri tíma að þetta muni hafa áhrif. Og svona fleiri einmitt eins og nefndir svona stór Evrópuríki sem að bætast í þennan hóp núna. Já, það hefur alltaf vantað svolítið í evrópska hópinn og hann virkilega að koma þarna inn, svo það stór breyting. Kærar þakkir fyrir komuna Þórdís. Og þá að öðru. Tæknifyrirtækið Vélfag hefur stefnt íslenska ríkinu vegna viðskiptaþvingana. Gert ráð fyrir frekari málsóknum bæði hér á landi og í Luxemborg. Vélfag eina íslenska fyrirtækið sem hefur orðið fyrir viðskiptaþvingunum sem Evrópusambandið hefur beitt vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Það vegna tengsla við rússneska útgerðarfélagið Norrebo sem á svörtum lista. Í tilkynningunni segir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hafi á föstudag tilkynnt að fyrirtækið yrði sent í gjaldþrot innan 4 vikna legði það ekki fram afgerandi gögn eða upplýsingar. Ekki hafi þó fengist upplýsingar hvaða gögn það væru. Fyrirtæki gagnrýnir ákvörðun ráðherra harðlega og segir nauðungarlokun hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir starfsemi íslensks sjávarútvegs. Þá séu 20 störf fyrirtækisins á Akureyri í húfi. Minjastofnun hefur krafið Reykjavíkurborg skýringa á hvers vegna ekki var leitað umsagnar stofnunarinnar þegar heimilað var niðurrif og breyting á elsta húsinu við Laugaveg. Samkvæmt lögum beri að gera það. Byggingafulltrúinn í Reykjavík samþykkti fyrir 2 vikum heimild til að rífa húsið að hluta og endurgera framhús, stækka með viðbyggingu baka til, innrétta verslun í kjallara og jarðhæð. Með hafi fylgt umsögn skipulagsfulltrúa og umsögn Minjastofnunar frá því í maí 2022. Minjastofnun hefur skrifað borginni þar sem segir meðal annars að umsögn stofnunarinnar hafa á sínum tíma verið veitt á fyrirspurnastígi og ekkert erindi hefur borist til umsagnar varðandi breytingar. Minjastofnun óskar eftir skýringum á málsmeðferðinni og fer fram á alla framkvæmdir lóðinni verið stöðvaður á meðan málið skoðað. Já, þetta kom okkur svolítið óvart að heyrum þetta. Heyrum þessa samþykktir bæði á deiliskipulagi og síðan aðaluppdrættir væri í ferli. Húsið friðlýst sem æðsta stig friðunar. Það byggt 1848 sem þýðir það að það var þá sjálfkrafa friðlýst á sínum tíma og alla breytingar á friðlýstum húsum þurfa að koma fyrir húsafriðunarnefnd og síðan að hljóta samþykki Minjastofnunar. Pétur segir á sínu tíma hafi verið rætt hvað ætti að gera við húsið og komist að niðurstöðu hvað stefnu ætti að taka. Húsið var byggt sem íbúðarhús, eitt af veglegasta í bænum, en fljótlega upp úr 1900 var því breytt í verslunarhús þar sem verslunni Vísir var í áratugi. Stefnt var að því að færa þakefni, gafla og fleira í upprunalegt horf og taka burtu seinni tíma viðbyggingar beggja vegna við. Áfram yrðu verslunargluggar og endurbæturnar miðuðust við hvenær húsið breyttist í verslunarhús. Þetta var það sem var svona fjallað 2022 og allir jákvæðir. Og átt að eiga sér stað samráð í Minjastofnun og næstu skref. En við höfum ekki heyrt neitt meira málið. Þetta elsta hús við Laugaveg og eitt elsta hús miðborgarna sem enn stendur á sínum upprunalega stað hefur eðli málsins samkvæmt gengið í gegnum ýmsar breytingar á löngum tíma. En að sögn Péturs ýmislegt heillegt í húsinu ennþá. Það töluvert að viðum í risi húsins, í þakviður og annað slíkt sem ennþá upphaflegir. En það nánast ekkert eftir af miðhæðinni, það að segja verslunarhæðinni, það búið að breyta gólfhæðum og framhliðin algjörlega ný eða seinni tíma, en síðan eru hlaðnar hleðslur í kjallara undir húsinu, sem sagt sökkullin undir það, hann upphaflegur. Inga Sæland, félagsmálaráðherra, segir hún hafi skipt skoðun á frumvarpi utanríkisráðherra innleiðingu bókunar 35 sem nú liggur fyrir þinginu. Þetta sagði hún í svari við fyrirspurn Snorra Mássonar, þingmanns Miðflokksins, sem rifjaði upp að í fyrra hefði Inga verið alfarið á móti frumvarpinu. Hún viðurkenndi að hafa kúvent afstöðu sinni enda ekki haft hugmyndum að Neytendasamtök og VR væru í málaferlum gegn íslensku bönkunum vegna þess hvernig vextir á húsnæðislánum útfærðir. Málið sé nú fyrir Hæstarétti og alls óvíst hver niðurstaðan verður. Ég gjörsamlega algjörlega búin að skipta skoðun hvað lítur á bókun 35.
Enda var ég þar í villu og svima og hafði ekki hugmynd að bæði neytendasamtök og VR væru í málaferli í rauninni gegn íslenskum bönkum sem í rauninni að fara hér eins og eldur akur samfélagið og alla þá sem skulda krónu. Ef við verðum búin að innleiða bókun 35 sem í rauninni átti allan tíman að vera en var ranglega innleidd, ef við verðum búin að innleiða hana, þá eru allar líkur á því að Hæstiréttur geti dæmt neytendum í vil og bankarnir þurfa að snara út þessum milljörðum sínum, ef ekki þá því miður. Þannig að já, hv. þingmaður, ég sannarlega skipt skoðun og kalla til alls konar sérfræðinga sem hafa fengið mig til að sjá ljósið. Bíllausi dagurinn í dag, lokahnykkur árlegrar evrópskrar samgönguviku. Og eins og venjulega á þessum degi getur fólk all land tekið strætó endurgjaldslaust. Ein af þeim sem nýtti sér það Sunna Karen Sigurþórsdóttir. Sunna, fullur vagn hjá þér? Já, það kannski ekki fullur vagn, en það heldur ekki fámennt hérna. En hérna hjá mér í Ásnum úr Hamraborg Jóhannes, framkvæmdastjóri strætó. Hafa margir nýtt sér það að geta ferðast frítt í strætó í dag? Já, við erum kannski ekki með neinar nákvæmar tölur en við höfum svona verið að heyra í vagnstjórum að það hefur verið töluvert fleira fólki í dag og við erum bara ánægðir með það. Gaman að fólk hoppar á vagninn og vonandi heldur það bara áfram að koma. En hvað, þá verðið að stoppa fólk? Ég held að sé nú kannski frekar að taka þátt í þessum viðburði með því að koma fleiri í dag en auðvitað fólk alltaf til í að fá hlutina ókeypis en það svona pólísían að fólk borgi einhvern þátt í kostnaðinum. Það hafa verið breytingar hjá ykkur, þeir voru til dæmis að fjölga ferðum. Hefur það breytt miklu? Já, við sjáum aukningu á farþegafjölda og náttúrulega aukningu á tekjum líka og við finnum líka bara fyrir það að fólk sem að hafa samband við okkur er bara ánægt með þessa aukningu. Við erum náttúrulega í vandræðum í umferðinni eins og aðrir bílar og bíðum spenntir eftir því að fá fleiri forgangsakreinar og líka meiri forgang á ljósum og þá verður vagninn jafnvel jafn snöggur og einkabíllinn. Og eru ykkur frekari breytingar í farvatnir hjá ykkur? Kannski ekki varðandi þjónustuaukninguna en við erum að vonast til þess að geta komið með fleiri svona stóra vagna á næstu misserum því að það er alveg sannarlega þörf á því að það hefur komið fyrir að það þarf að vísa fólki frá ef við getum orðað þannig eða láta það bíða eftir næsta vagni en það er náttúrulega orðið miklu skemmri tími eftir að við jökum þjónustuna þannig að fólk þarf mestarlega að bíða þá tímyndum. Takk fyrir þetta Jóhannes. Það að koma okkur, við þurfum að stoppa hér en kveðjum héðan úr Ásnum. Takk fyrir það, Sunna Karen í strætó. Múlaþing leyfir íbúum að losa sig við brúnu tunnuna gegn því að fólk setji upp vandaða moltugerð heima í garði. Moltugerðamaður á Egilsstöðum nýtir hana í grænmetisrækt og á alltaf eitthvað að maula handa krökkunum í hverfinu. Í Dalskógum á Egilsstöðum Filip að endurbæta ruslatunnuaðstöðuna og inn í bílskúr Helga að bera á nýju skýlin. Þau þurfa enga brúna tunnu og lækka þannig sorphirðugjöldin. En til að fá leyfi til heimajarðgerðar þarf að vera með almennilega aðstöðu. Filip með meira próf í moltugerð eftir 30 ára reynslu. Á Íslandi talin þörf fyrir 3 hólf út í moltugerð því að loftslagið það svalt. Sem sagt, 1 ár hér, annað árið hér, í aðeins minna hólfi og svo 3. árið í enn minna hólfið. Því að magnið að minnka hvert skiptið, það miklu minna loftrými og þá þetta að verða tilbúið út í garð. Matarleifar fara hins vegar í einangraða tunnu því þar þarf að magnast upp hiti. Skilyrði fyrir heimajarðgerð hjá Múlaþingi að nýta moltuna sjálfur. Greinlegt á gróskumiklum garðinum að þar nýtist hún sem áburður. Filip ræktar blóm hjá grænmetinu til að rugla kálflugur. En veitir líka svo miklu ánægju að hafa litríku blómin inni grænmeti til viðbóta með fallega rauðkálið og svo hafa ánægju að því að geta horft á dýrðina auk þess að borða ávextina. Moltugrænmetið gerir Filip vinsalan í hverfinu og krakkarnir í næsta húsi fá gott í gogginn. Þær stærstir ekki endilega gómsætastar. Ég hugsa að þetta verið fyrir pappa kannski. Við fáum oft gulrætur, jarðarber, rófur, gúrkur, tómata og eitthvað hjá honum. Vona landsmenn eigi gott haust með
Mér sýnist það í boði í dag. Varnarmálaráðuneyti Litháens opnaði nýverið drónaskóla fyrir landsmenn 10 ára og eldri. Skólinn sá fyrsti af 9 skólum sem til stendur að opna, en þeir verða staðsettir nálægt landamærunum að Rússlandi. Nemendum verður kennt að stýra 3 tegundum dróna, auk þess að setja þá saman og forrita þá. Markmiðið að byggja upp hernaðargetu hjá landanum, sem varnarmálaráðherrann segir að stjórnvöld taki mjög alvarlega vegna nágrannaríkjanna Rússlands og Belarús. Spenna hefur aukist undanfarið í Evrópu vegna rofs Rússa og lofthelgi nokkurra Evrópuríkja. Man tiesiog buvo labai įdomu sužinoti, kaip jie skraido, kaip juos dėlioti, nes mes ateityje, kai biškį labiau prasilavinsime ir dėliosime, taip pat juos konstruosime, tai man tas buvo dar įdomu. Tiesiog įdomu, kaip jie skris, kaip pati išmoksiu juos valdyti, tai dėl to, manau, pradėjau lankytis. Ateitis priklauso būtent technologijam, o kalbant apie dronus, tai ir žemės ūkis, ir servisas, ir vaistų išvežiojimas, ir daug pritaikymų memų. Ir dėl to turbūt žmonių, kurie tai supranta, kurie tai gali konstruoti ir kurie yra prisilietę, jų turbūt geometrinė progresija reikės. Ir pats metas turbūt pradėti juos. Nýmálað hús myndlistaskólans í Reykjavík á horni Rauðarárstígs og Laugavegar er mótefni við grámanum í samfélaginu, segir málarinn. Húsið hefur vakið mikla athygli vegfarenda fyrir litadýrð. Þetta er gaman að sjá, djarfan kúna, litaglaðan. Það virðist vera grár faraldur. Bæði sér maður þetta á nýbyggingum og kannski það sem er verið að taka gamlar byggingar í gegn. Það er slett svona gráu og svo eru sölutölur frá bílaframleiðendum. Það eru 80% bíla sem eru annarkvæmt gráir eða hvítir eða svartir. Nú vorum við að fylgjast með ykkur í bara svona kannski 10 mínútur. Það voru alveg gott að það voru ekki 3-4 túristar sem að tóku mynd af húsinu. Heldur þetta verði svona kennileiti hérna í miðbænum? Já, það er ekki ólíklegt sko. Og líka bara eins og þú segir með fólk sem labba framhjá það. Svona mikil gleði virðist vera með þetta þegar bara koma niður úr lyftunni eða eitthvað og fólk sér þessa liti. Það er ekki mikið. Og þá ætlum við til Finnlands þar sem sjálfboðaliðar geta eytt 2-3 klukkutímum á dag í að knúsa nýbura. Þetta tilraunaverkefni veitir sjálfboðaliðunum frí frá hversdagsleikanum og ómælda ánægju. Moikka! Moi! Tína Rossier hefur verið stuðningsforeldri í mörg ár og þegar tækifærið bauðst til að gerast knúsfélagi fyrir nýbura á sjúkrahúsinu í Espoo, skammt frá Helsingi í Finnlandi, þurfti hún ekki að hugsa sig lengi um. Aðalmarkmið sjálfboðaliðanna er að veita nýburunum huggun og róa þá, meðan foreldrarnir eru fjarverandi. Margar ástæður geta verið fyrir því, svo sem ef barn þarf að dvelja lengi á sjúkrahúsi eða fíknivandi foreldra. Rannsóknir sýna að alls konar ávinningur er af að halda á nýburum. Það getur bætt öndun þeirra, aukið súrefnismettun, lækkað hjartslátt, hjálpað við að viðhalda líkamshita og minnkað streituhormonið kortisol. Se antaa itsellekin semmoisen ihanan tunteen ja tämmöinen lämpöpatteri tässä ja saa olla 2-3 tuntia tekemättä mitään. Onnellisena siitä, että tämä pieni ehkä hyötyy siitä. Mutta tässä näiden pienten kanssa, niin tästä tulee itsellekin semmoinen. Bergsteinn, hvað verður til umfyllunar í Silfrinu í kvöld? Við leggjum silfrið undir umræðum gervigreind í kvöld. Ótal möguleika hennar en líka ógnir og öll álitamálin sem því fylgja. Gestir okkar eru þau Sigríður Mogensen hjá Samtökum iðnaðarins, Henry Alexander Henriksson heimspekingur og Hjálmar Gíslason framkvæmdastjóri Grid. Við ræðum líka við helsta tæknisérfræðing Svía, Errol Norlum, sem var hér á landi á dögunum. Þetta verður auðvitað ekki tæmandi umræða en hún verður áhugaverð. Missum ekki því, takk Bergsteinn. Og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Guðmund Inga Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra. Til dæmis þær hugmyndir ráðuneytisins að breyta stjórnsýslu opinberra framhaldsskóla. Og þá verður einnig rætt við hann skólakerfið í heild sinni og þær áskoranir sem þar bíða. Og síðan verður rýnt í það sem mætti kalla heyrnartólaæði. Það eru allir með eitthvað í eyrunum og skýringin er nokkuð einföld eins og greint fyrir frá í þættinum í kvöld. En þá að veðri.
Það var tiltölulega þurrt á landinu í dag og suðlægir vindar gáfu af sér mildar hitatölur mest allt land. Næstu dagar verða þó ívið blautari sunnan og vestanlands en íbúar á norður- og austurlandi munu áfram njóta þurrviðris að mestu leyti. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Staða Víkings í bestu deild karla í fótbolta batnaði enn í gærkvöld þegar liðið bar sigur úr Býtum gegn Fram. Vafasamur vítaspyrnudómur hjálpaði þar til. Fyrrum landsliðsþjálfari Íslands í handbolta, Guðmundur Guðmundsson, var í dag rekinn frá danska liðinu Fredericia eftir slæmt upphaf á tímabilinu. Honum eru þó þökkuð góð störf en undir hans stjórn komst liðið í meistaradeildina. Og við kíkjum á Leifurbikarinn í tennis, liðakeppni þar sem Evrópa mætir heimsliðinu. Í íþróttum hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Umboðsmaður barna segir rannsókn á bruna á Stuðlum hafa tekið of langan tíma. Faðir 17 ára drengs sem lést í brunanum segir erfitt að bíða eftir niðurstöðu. Búist er við að fleiri ríki viðurkenni sjálfstæði Palestínu og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem hófst í dag. Til tíðinda telst að stór Evrópuríki á borð við Bretland og Frakkland stígi þetta skref að mati sérfræðings í alþjóðarétti. Minjastofnun hefur kallað eftir skýringu frá Reykjavíkurborg hvers vegna samþykkt var að rífa að hluta og breyta elsta húsinu við Laugaveg. Minjastofnun frétti af málinu í síðustu viku og vill stöðva framkvæmdir. Íbúum í Múlaþingi býðst að losa sig við brúnutunnuna gegn því að setja upp alvöru jarðgerð heima í garði. Við hittum moltugerðarmann sem nýtir áburðinn í að rækta grænmeti handa nágrönnum. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Við minnum á að það alltaf hægt að senda okkur frétta ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. En takk fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum þar sem af er degi. Verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti til að kryfja með sér atburði liðinnar viku.